Númer 12 í markinu er Sindri Þór Sigþórsson, númer 5 Alexander Freyr Sindrason, númer 6 Þórður Jóhannesson, númer 7 Alfreð Róbertsson, númer 8 Ísak Jónsson, númer 10 Ásgeir Þór Ingólfsson, númer 11 Arnar Hafgeirsson, númer 14 Sjónli Silva, númer 15 Birgir Magnús Birgisson, númer 18 Davíð Snorri Guðlaugsson, númer 24 Gunnlaugur Fannar Guðmundsson. Varamenn Hauka er Viðar Árni Jónsson, Kristinn Pétursson, Farid Sadar, Davíð Snær Ríkharðsson, Ólafur Helgi Gíslason, Aron Fannar Kristjánsson, Stefán Ómar Magnússon, Þórður Guðjónsson og Hafþór Árnason. Þá fyrir við lið Keflavíkur. Númer 1 í markinu Sindri Kristinn Ólafsson, númer 4 Ísak Óli Ólafsson, númer 6 Adolf Biteko, númer 7 Davíð Snær Jóhannsson, númer 11 Adam Ægir Pálsson, númer 13 Magnús Þór Magnússon, númer 14 Dagur Ingi Valsson, númer 16 Sindri Þór Guðmundsson, númer 18 Cesare Viktorovic, númer 28 Ingimundur Aron Guðjónsson og 45 Tómas Ásgrímsson. Varamenn Keflavíkur eru Þröstur Ingi Smárason, Atli Freyr Hauks Guðlaugsson, Viðar Már Ragnarsson, Hreggviður Hermannsson, Gunnlaugur Björn Guðlaugsson, Frans Harðarsson og Jóhann Þór Árnason. Þjálfari liðsins er Eystríkur Björnsson, Ómar Jóhannsson og Míra Þór Jökulsson. Dómari dagsins er Valdimar Pálsson, Smári Stefánsson og Ævar Smári Árnason. Jæja, hvað áhorfendur? Velkomin á TV.is á YouTube og þetta er leikur Keflavíkur og Hauka hér í Kassaberg. Við erum að tala að við erum að detta inn í hérna Hvað umferðir? Skósum. Það er það ekki. Tíunda umferðið Kassavík. Við erum að tala tíunda umferðina og Keflvíkingar hafa ekki átt góð víti að falla hérna á heimavelli en Haukar að sinni samt góð víti gegna síðustu leikinn og hafa ekki nýstöðu í síðustu leikinn og Keflvíkingar var svona að fyrst ofta sem enda á sigur og leikin Keflavíkur byrjuðu brottan og sækja í áttina af TF-höll Keflvíkinga eða flugvöllurinn í Keflavík og Haukar leika í áttina af Hringbraut. Eins og við sjáum þá eru Haukar í rauðum treyjum og Keflavík dökk á. Svo er gríðarinn hérna og vonandi fáum við glimrandi góða hópa. Fyrsti boltinn endaði í fanginu á markverðinum sem heitir Sindri, alveg sem markið hérna. Svo hvor Sindrin verður betri í kvöld. Haukar hafa fengur viðstýrðina, fengur leikinn á láni frá Breiðablik. Þeir fengu Guðlaugur Fannar gekkst til liðs við Hauka frá Víkingum og þá koma Keflvíkingar upp og þeir ætla nú að reyna að ná inn marki í sig fyrst til að brjóta Haukana á bak og
þetta byrjar svo sem ágætlega. Tómas fær hérna boltan út af kantinn og reynir að gefa fyrir en fyrirgjöfin fer í varnarmann Hauka og út fyrir hliðarlínu og þá kemur Adolf og hvað gerist hérna? Keflvíkingar er ennþá með boltan út af kantinum en laugt skot fyrir varnarmann Hauka og þeir hreinsa þessu og koma sér fram á við og Ísak Óli hérna nær valdum á boltanum og hreinsa sína frá en Keflavík hefur átt góðu gengi að fagna í leikjum á móti Haukum hérna á heimavölli og hafa ekki tap fyrir þeim og vonandi breytist það ekki hérna í kvöld. En það er einn leikur í inkasso, það er Leiknir Reykjavík á móti Fjölni og svo er Valur og KA keppa í Pepsi-deildinni sem er staðan með 2-0 fyrir Val. En þessi leikir eru að hefjast núna 19:15 nema Valur KA, það er 49 mínútur búin að því og þá koma Keflvíkingarna með góða sendingu og skotið er ekkert sérstaklega fast og fer fram hjá marki Hauka sem Haukar hafa nú lítið verið að ógna núna síðustu fyrstu mínúturnar og þá koma þeir upp og þeir senda boltan dálítið á milli og þá koma Haukar og sendingin er bara fyrir og Keflvíkingar skalla frá en Haukar ná aftur völdum á boltanum og freista þess að og Keflvíkingar ná boltanum og hreinsa frá og Adam Árni Adam Ægir Pálsson, hann leikur framlínu Keflavíkur í staðinn fyrir Adam Róbert, hann er meiddur og óskar honum bara góð spata. Hann er höfuðhöggi í Ólafsvík fyrir nokkrum vikum og hefur ekki náð sér á fullum og Keflvíkingar að sjálfsögðu sakna hans og Keflvíkingar ná boltanum hérna á sínum vellarhelmingi og snúa strax vörn í sókn en Haukar gera það einnig og ná boltanum að þeim og reyna að komast hérna gegnum hjarta varnarinnar en þá taka það bara skot og reyna að minnka þetta og Sindri Kristinn kemur upp boltan bróður sinn og sendir hérna þeir halda að senda boltan á milli sín og ég finnst afsökunar á því ég nota orðið og mikið en þeir berja sinna boltan og reyna að fæða sér fram og eins og þið heyrist þá er mikið öskrað og hrópað á vellinum og hjá leikmönnunum og ég heyri vart mitt orð og en ég mun veluna þann áhorfanda sem það er að telja oginn mín í kvöld og skotið er rétt fram hjá markinu og heimt á hornspyrnu sem þeir fá. Keflvíkingar byrja þetta mjög öflugt og reyna að senda hérna Haukum þau skilaboð að þeir fá ekkert gefins enn í Keflavík í kvöld. Ekki einu sinni, fá ekki einu sinni gefins pítsur. Og skalli en Haukamenn koma sér burtu og þá koma Keflvíkingar á fleygiferð aftur og
Sindri Kristinn með ekki sérstaklega gott spark og það verður þess að Sindri Þór þarf að skalla boltan aftur eða út fyrir hliðarlínu og þeir reyna að Haukarnir, já, aftur út fyrir hliðarlínu á Keflvíking og þeir fá annað innkast. Þeir hafa ekki Aron Einars og ég óttast þessi innkast ekki mikið og þeir vilja nú meina að þeir hafa að stela metrum. En ég sá það nú ekki alveg það sem metrarinn ekki mjög sterkasta lið. Og ég vil einnig minna á það að veðrið í Keflavík er mjög gott svo að þið að pæla að kíkja á völlinn þá myndi ég láta bara verða af því. Það kostar litlar 1.500 krónur inn og minna fyrir börnin. Það eru kaffi og alls konar meðlæti í skúrnum hérna á vellinum sem þið getur fengið góða pítsur og súkkulaði og gósa og góðu verði. Og Haukamenn hérna eru að undirbúa Haukaspinu rétt fyrir utan vítateginn. Og þá er spurning hvað gerist. Þá gefur dómarinn leyfi til að hún sé tekin og þeir ætla henni að reyna að sparka boltanum inn í teig og hann að komast yfir en þetta var svo skelfilegt að ég hefði getið gert betur og samt einhvern veginn koma þeir sér í færi Haukarnir en og þeir vinna boltan Haukarnir og Haukarnir reyna að taka innkast og það verður reynt að hafa það langt og hann nær þessi þokkalega löngu en bara beint í fangi að Sindra. Góð innkastæðing fyrir hann og hann kastar boltanum í leik og Keflvíkingar reyna að keyra í vörðuna þeirra og þá koma Haukarnir að reyna að senda ykkur inn fyrir sem gengur ekki upp og Keflvíkingar reyna að spila boltanum út á vörðinni og þá koma Keflvíkingar með sendinguna, hann er einn og nú þurfum við bara að fylla teina leikmönnum og þeir þetta gera það ekki og Haukar hreinsa þessu í burtu og Keflvíkingar græða innkast. Og þá koma Keflvíkingar og þeir sitja upp í skot sér fyrir varnarmann Hauka og þeir hreinsa frá og myndast mikið kapphlaup á milli Magnúsar sem nær að vinna boltan og það verið svona eitthvað gripið í hann en Sindri nær boltanum fyrir og sendir síðan á og sendingin er út af fínasta pressa Keflvíkinga. Og Keflvíkingar hérna boltinn er aftur komin í leik og hefur verið það í svona tíma en Haukarnir er að reyna að finna opnarnir í vörn Keflvíkingar sem hefur ekki gengið vel hingað til. Og þá koma Keflvíkingar og
og Haukarnir er reyna að spila boltanum í vörninni sem hefur nú verið nú ágætlega spilandi og reyna aftur það langan. Og koma Haukarnir og þeir koma hann inn í tegin og vinna hornhjálpningar og þetta er bara markspyrna og þjálfarinn liðanna virðast vera núna að pirra línuvörðinn sem lætur að vita að þetta sé búið. Og þá kom Keflvíkingar. Adam Ægir, hvað ætlar hann að gera? Gefur fyrir og dómarinn flautar rangstæðu hérna. Fínasta hugmynd og þá sparkar Sindri Markúr Hauka frá markinu og Haukarnir og Keflvíkingar eiga innkast og það hittir nú ekki mann en hann hefur sendingin tæp tilbaka og Sindri Markúr Hauka bjargar þessu og það gefur Sindri Þór á sprettinum og það er nú brotið á honum en þetta var bara bolti sig dómarinn. Og hvað gera Haukarnir? Þeir koma hana á geysiferð og hann hægir á sér og sendir boltan sem er bara enga veginn ágóð sending og Sindri Þór nær boltanum og já, ég er með það. En staðan í Leiknir og Fjölni er 0-0 en það er leikið í Breiðholtinu og Valur er ennþá að vinna KA 2-0. Keflvíkingar vinna boltan á miðlínu og þeir eru berja sig svo grimm ljón við öfluga Hauka og þarna virðist nú vera brotið hjá Adolf og dómarinn reynir að fara óhætta niður og ég held að það verði engin ástæða fyrir að taka spjald upp og þarna koma Haukarnir. Ísak Óli hreinsa frá. Ég biðst afsökunar. Og Haukarnir fá innkastuna, boltinn út fyrir hliðarlínu. Haukarnir halda boltann að minna og Keflvíkingar vinna hann og það var bara að hreinsa, þá koma þeir inn á geysilegri ferð. Og Haukar ná boltanum aftur og mér finnst þess að þeir hafa nú haft boltan meira en Keflavík en það skiptir svo sem ekki öllu. Það er spurning hver kemur boltanum oftar fram hjá Sindra. Þá er ég að tala báða Sindrana, Sindra Kristín og Sindra Þór. Lítil Sindri Kristín kannski betri markvörð. Það er nú bara hlutrægt mál.
Og komið Haukarnir. Haukarnir koma og boltanum spýtt í horn og Haukarnir fá horn. Svona baráttuleikjum þá hafa nú först leikatriði skipt miklu og við skulum vona að þetta fari ekki. Verður ekki næst á þessu. Eins og því bara. Þá koma Haukarnir með opnuna og skallinn kemmingar á boltan og þetta reynst þessu fyrstu og það var svona horfa mikið sprett og náði og var sér stöðuna. Lítið samskipið var fyrstun, nú ekki að vinna í dag. Pressa þá alveg upp og reyna að pressa þá ofan. Og þá koma Haukar þeir stöðvaði strax og flott pressaði Keflavík. Og það eru brotið hérna á Sesani og setjum frá Guðmunds, hann kastar boltanum inn. Það bara að sérna sjónleikurinn Keflavík og það að lífa sig úr þessari baráttu og hann að koma bara 50-50 bolti. Hvað gerist núna? Sendir hérna Haukar bjarga frá Keflavík þeir ná boltanum og senda hann aftur og Haukarnir koma, Hrauðsók, hvað gerir hann núna? Og hann reynir að finna mennin þeim. Hann sendir fyrir en Ísak Óli skalla frá og Haukarnir reyna að halda sókn í gangi þegar Keflvíkingar vel vakandi í baráttuleiknum og verja þessu. Og svo koma Haukarnir aftur. Setningin skuttu upp til Keflavík og þeir halda áfram að hreinsa og svo missar boltar út fyrir hliðarlínu hinum megin og Keflvíkingar snúa þessu svo. Ísak Óli, sinni bítur. Ísak Óli með boltan á því. Algjörlega taktiskt að fara. Það var mjög grimm tæklingar. Það eru Haukarnir á, þeir komið boltanum í teig. Hann hefur boltanum en Keflvíkingarnir verja þessu og vilja nú meina að það hafi verið brotið á einu leikmanninu sínum. Og Sindri Þór fær orðið einu á dómaranum og hann gefur honum gult spjald. Kannski flaggskundað. Hann var þá tækpil alltaf seint í Haukarmann hérna þegar þau voru boltanum og kannski óþörfu að henda til þessu tækningu en hann fær gult spjald, fyrsta gult spjald leiksins. Og þá kemur Sindri með aukaspyrnuna á sínu vítateig. Og Sindri Þór vinnur bolta. Og aftur Keflvíkingarnir byrjar að frábær sending, hvað gerir Sesani? Það kemur í teig, sendir góð fyrirgjöf og Haukarnir verjast á! Hann hendi sig fyrir þá og boltinn er rétt yfir markið. Frábær sókn fyrir Keflavík. Frábær sókn. Og
frábærlega varist, kasta sig fyrir þetta og fá Keflvíkingar hoppinu. Spurningum að þeir ná ekki að komast bara yfir. Og það kemur hoppinu og hann lyftir sér upp og heldur í haukamennina með hann og það það að lenda á Sigurðinu. Það kýpir það svona í þetta Þú verður að leita að svo meira. Ok. Keflvíkingar hafa verið að fá hægt þessi hvað leiksins var að koma. That's a good one. Þetta fyrstu leikir tíðleikarar og svo leikið á morgun og þetta með vinni. Það var langstur þannig að hann var ekkert að reyna á hana. Keflvíkingar eiga innkast. Staðan í öðrum leikjum sú að Fjölnir komið í 1-0 á móti Leikni og Valur að vinna KA 3-1. Og ætla núna Keflavík. Og fyrri hálfleikurinn léttur með að horfa þar. Og innkastina á sínum að vatninu Keflavíkur. Og Haukarnir fá annað innkast. Og hann í fínu samvík skreiða nokkrum metrum á meðan hann náður einhver á Haukarnir aftur. Neyða í langar og háa sendingar. Neyða til að koma á boltanum. Pressa Haukarna alveg upp við vörnmólið. Gefa ekki mikið færi á sig þegar í fyrra hálfleik. Raggi, tími. Tími.
Ákveðinir eftir aðeins að fyrra veik og nýju reglum og nýju brotið og hann dæmi að það réttilega brot og hann á 2 bottir leik. Leikurinn er fyrir jafnvægi þennan fyrsta hálftíma. Byggja upp sókn og það er einfaldlega sem gripur við í að þeirra vatnæðingu og komið að það með upppass og hann við erum líka íkja hrygnina kannski gaman að tala um það og Frans Einarsson er komin aftur í hóp og hann er á bekknum eftir leiðirtar meiðsli sem var haldinn frá vellinum í nokkuð mánuði. Haukarnir komnir hérna í hópstunni. Við tekjum bara stutt og reyna að finna aðskonar útfærslu til að opna vörnina með þetta og það verið Haukamaðurinn að farið í með takkan í hendurinn og Sindra. Þetta er bara vant fyrst fyrir að byrja og það er hægt að glasið. Alls ekki þægilegt að fá takka í takkalægi. Hófbótt á og komið hérna halda flottum í leik og auka báðina innpass. Skattur sem fór til aðfólk og aftur í Magnússon. Við haldum að bókartækningu. Það var við þessu pressuna við reynum að halda bókar með það nærmum ekki en Haukarnir eru komið strax í sókn. Hvað gerist núna? Haukar er það góð býtti fyrirgjöfur hvernig að reynsa okkur í hliðarlínu og í innpass. Mér sýnist bara meira að hafa bolta miklu meira. Þessi sending var bara alveg á styrk og fór oft í ferinu og gerði að fá bolta. En Haukarnir vilja bara upp hann og þeir eru nú að pressa og Haukarnir berjast og Haukarnir lífið vera að spila bara fótbolta með það ekki og
Gildur með hann. Reyna að verjast og svo kom Haukarinn með skot og það beint að sinna hluti sem það var ákveðin sögur Haukarinn og sem verður að passa sig á þessu. Haukarinn býði að raksa eða sofa mikið aðrinu. Boltinn en á kemur koma. Það boltan. Haukarinn með Einhvers. Í eina hljóðbyggingu. Það er allt brjálað. Það er verið að róa niður mannskapinn.
vinnur. Þá upptefningurinn og það Ísak Óli. Og það var mittsegistíki. Spilnuna stutt og þá keppningarinn kast og flotta sendingu og Haukarnir verja sig sjáumlega. Hann boltanum og hann farta mann á annar og það auka svona það útsparkað frá marki auka. Það sýniskotnum að bara út af Haukarnir voru þessu bara nokkuð vel. Haukarnir að hafa bara svona Mark núna fínt vegast inn í sérhæfingin. Þannig að Haukarnir vinna þetta spöltur. Keppningarinn að pressa og byrja menn upp á hendi eða eitthvað. Þá var það ekki út úr því. Það koma hérna. En samtíð út af síðan keppningarinn að öðru þá leiknir ennþá vittur undir á móti Fjölni á heimavelli og Valur vann 3-1 sigur á KA. Greinilegt að Valsar hafa verið magnaðir upp úr svefnum eftir að hafa fengið Patrik Pedersen það var keppningar og Andri Tómas með sendinguna og Haukarnir bjarga þessu og keppningarinn búður á ákvöndurina og fá inn í kastið og keppningarnir reyna en Haukarnir yfir að boltan og Víkarnir vinna og fá inn kastið og Haukarnir alltaf með þessu áttum við þetta og hann vinnur boltan, það gerist núna, alltaf mægir Davíð, hann finnir teig og við skotið og Sindri Þór með þetta og Keflavík komið yfir þeir brjóta ísinn Keflavík komið yfir byrja þetta þeir hafa verið að pressa síðustu mínúturnar og brjóta loksins ísinn 1-0 fyrir Keflavík og stemmingin sem kemur kjölfarið frábærlega klárað. Mark Keflavík skoraði leikmann nr. 14 Dagur Ingi Valsson. Og ég ekki hlöðu þetta sé hans fyrsta mark á Davíð Inga en keppningarnir skutu og hann á að velja svona og það fylgdi eftir og flott byrjun. Bara áfram með þetta. Mark í hennar leik. Og spurning hvort þetta hress ekki bara við leik Keflavíkur. Þeir hafa verið að pressa mjög vel Haukarnir og spurning hvort að Keflavíkarnir ná ekki bara að fylgja sem bara eftir og
vinna sér fyrsta heimaleik síðan í lýsti leiknum á Afríku. Það gerst núna og alla með boltan á. Hafði nú og hann var á haldið en þetta og þetta bara útspark. Flott byrjun hérna. Og spurning hvort að keppningarnir bara reyna ekki að bæta bara við. Við höfum ekki átt góða sinna á líka hennar síðustu 2 leiki sem höfum við fengið okkur 3 mörk og vonandi við verðum breyting á nú í þessu leik og keppningarnir bætir hreinlega bara við. Jæja, þá koma keppningar. Það var nú eitthvað hresst við þetta mark. En haukamenn koma hérna á keppningar hreinstæðislu bara út af og ákvæma gestirnir úr Hafnarfirði og þeir hafa hérna sólinn sem var hérna í byrjun leiks er nú farin og hann gefur Sindri og hann keyrir hérna upp og sendir hérna flottan bolta og þá komum við skotið en Sindri Þór nær að verja þetta og keppningar hafa nú hrestall svakalega hérna síðustu mínúturnar eftir fyrir og eftirmarkið og Sindri Þór sparka á markið sínu og þá koma keppningar og þeir ná boltanum hérna allt annað sjá til þessi og þetta brotið á honum og hann fær aukaspyrnu. Við erum ekki í MMA hérna. Hann dæmir hérna þetta gæti nú orðið hættulegt. Og Eisen Húni vill bara 1 mark í viðbót áður en við förum hérna til hálfleiks í kaffið. Og augsmenn er tekin, hún er góð en hún fer yfir alltaf pakkan. En ég vil nú fá mjög svona aðstæðum en ef þið ekki búin að sjá nýjustu Spider-Man myndina þá myndi ég mæla með því farið á hann í bíó. En já, það er komið hálfleikurinn í Keflavík og ég ætla að fara að fá mér eitthvað til að drekka. Í sigur sinni. Það lokast hurðinni. Þetta er þinn? Já, ok, þá vil það vera það. Það er lokingsmási. Já.
Jæja, kæra landir. Kaffið búið. Makkið sem búið. Nú er meiri leikur. Bara flestir keflingar halda áfram samtala byggt og landið það þeirri stugur. Staðið, þú sagði auðvitað á tjefendri, brúhörnir svo þeir vilja nú kalla þetta og kemur sækja á hrundunum. Það er verið hérna boltan og kemur að halda áfram að vinna þessi öðrulegur vinna í sinna í fjörleik og halda áfram að pressa Haukana. Og koma Haukarnir vinna boltan en missa til Keflinga og svo kom Haukarnir, nei Keflingarnir setningin Haukarnir vinna boltan og það var allt en það var þannig mikið á það. Vorum boltan í þeirra og reyna að finna opnið í fyrrahörðinni og þarna er það aukaspinna á Keflinga. Tímið eða sjúkraþjálfarar á Hauka og Keflinga hafa verið snöggir á fæti þegar menn liggja til að hlúa til mönnum. Koma Haukarnir með aukaspinnu frá miðjumanninum og þeir náðu svo setja bílinn í burtu. Þeir geta setja á Keflingarnir og hann gerir að boltanum og Keflingar koma í einu sitt og hvað gerir þeir núna? Setja það Guðmundsson, hvað er það að gera? Hann kemur með góða setningu, það er Adamsson, svarið já, en það er rangur, Keflingar byrja þetta svona mjög vel og Haukarnir eitthvað að Adam lofti í boltanum, það er sér gott. Nefnir þessu Keflingar vinna þennan boltan og Adam lær boltanum og Keflingar setningur ekki nógu góð en að tilbaka en Haukarnir koma boltanum hérna áfram en Keflingar vinna boltanum í loftið og Ísak Óli hérna reynir að hefta för Haukamannsins og þeir ná fyrirgjöf og Keflingar skalla henni burtu og enda lengra frá og þá koma Haukamenn aftur og með sendinguna og þeir láta boltann að fara aftur endamörku vel gegn Keflingum og ná að halda aftan af Haukamennunum sem spartið frá Arnar Keflavíkur. Sending og spartið kemur Sindri á Sindri vinnur fiskataboltan og Adam kemur boltan fram í baráttuna fyrir Hauka og Keflavíkur á hennar. Haukarnir ná svona þeim aftur á leikmannssjónum og verður að brúða Keflvíkingunum og
Tómur stoppar leikinn. Sjúkraþjálfarinn mun bara benda á að setja sig við þar sem þetta verið sem ekki hafi verið neitt alvarlegt. Dómarinn vill skipta bolta. Haukarnir á boltanum. Og Sindri fær boltan eftir að Ísak Rúðars skalla á boltan fyrir Þorgjá. Hann ætlar að skalla boltan í upplæg. Keflavík aftur, Sindri Kristinn að boltan og á hérna. Kom on, Mætur! Haukarnir fá boltan í stöðu fyrir utan Vítaþig. En þeir eru að fara niður og það kemur að varðtaka kastet. Fær 5 í Ísland. Það tekur gott innkast en Keflavíkar samt á og Haukarnir einu teig og Keflavíkar pressa frá og Leikar hvað gera alla veginn. Og hann eltist nú að Haukarmönnum og passa. Reyna að pressa og Keflavíkar halda áfram að pressa og eru líkamlega sparkar fram og Adam Ægir að pressa þá. Sendingin og það er ekki alveg að hittir ekki á samverðina en aukamennir fá hérna úrsmarkið.
Haukar á fínu völdum á boltanverðum að spila betur á völdi sín. Sissen skrúkuflöðutrýnir og sendir Adama í gegn. Hvað gerist núna? Og Vilhjálmur ekki meina að þið verið brot á honum og ég sá ekki betur en það verið brot á honum og til að vilja sjá eitthvað gegn þessu. Haukamenn með innkast. Skynsamur. Ég sýnist að Haukamenn sé að fara að gera skiptingu hérna. Sitja hérna með 13. Daði Steinn Ingarsson. Nú kominn á fyrir Hauka. Og Sindri hérna í vesinni og fá þeir hérna hotspunni Haukarnir. Haukamenn hérna komið með hotspunnina og hún fyrir í tegin og Sindri Kristinn bara grípir þetta og kemur hérna boltan með Adolf. Þeir eru að koma boltan bara strax í hérna. Þeir eru að pressa vel og hvað gerist núna? Davíð Ingi. Boltinn er ekki nógu fastur á honum og þeir koma boltan í innkaststöðu og þá gera Haukamenn skiptingu. Þetta er Snær. Það er Davíð Ingi, þetta er Snær. Davíð Snær og Kemur bestu með. það er konum Sigurði á Haukum. Aron Freyr og Daði Snær kemur hérna. Það er reysið boltar frá Haukarnir en kemur til boltarmenn og Ísakana virðist nú vera að dæmt á Ísak Óla sem skilur maður ekkert upp niður hvað er í gangi. Haukamenn taka aukaspyrnu sína við miðlínu og við þangan sem Sindri grípur en síðan brotið á honum. Virðist eitthvað hafa býtt sig við þetta. Það gefur Haukamenn gullspjald fyrir þetta. Virðist bara vera hárrétt. Treystir bara dómar leiksins fyrir þessu. Og vonandi að Sindri Kristinn sé í góðu lagi.
Sindri við þessu lagi, það fóru á fætur sem eru mjög góða fréttir. Það sé smá vatnssopa eða árið eða hvað sem þeir hafa í þessum vatnsbúsum sínum. Allavega þeir eru árið, þá var það nóg árið í keppningunum. Ísborg. Það er góðlán og það er bara dæmgóðlán. Virðist 15 alla með hérna. Og eitthvað sem er ákveðsvæð. Úps, ég rópaði beint á myndarinnar. Ég rópaði beint á myndarinnar. Ég rópaði á myndarinnar. Þá kemur aukaspyrna fyrir á teig og þeir ná ekki að skalla boltann en Haukarnir hreinsa frá og keppningunni halda pressin áfram. Og ná boltanum að það er ekki að fylgja þessu eftir en keppningunni er þá að berjast og eru bara nokkuð sórðina. Fyrir á skalli! Þetta er VAR! Hann dæmir rangstöðu! Nei! Var því að heilstilla? Við sýndist það var bara flott, vel spilað og Var því að heilstilla? annars, Mér fannst það heilstilla. mér fannst að taka hjólur á. Mér finnst það hvað hýta. Já, ok. Og hann dæmir hérna aukaspyrnu eða rangstöðu. Það var rangstæða á innsendingunum. Eða á sendinguna á... Það var rangur og þarna voru keppningarnir nærri því að setja annað markið á en þá koma Haukarnir. Og þeir gefa fyrir og keppningar hreinsa frá. Og þá koma byrja Haukarnir að byggja upp spil og Eisi Drulla sínir menn bara pressið á og þeir eru byrjað að pressa og elta Haukarna og Haukarnir missa boltan en Cesari kemur boltanum aftur fyrir eða út fyrir endalínu eða aftur eða hliðalínu og Haukar fá innkast og þeir bara berjast og hann á bakhytting og það er
og dómari leiksins nær því, hann Valdimar nafni hljómsveitarinnar í Keflavík. Þá koma Keflvíkingar. Þeir verið þessu miklu sprækari og klopparsending genum hjá dómarann en þá koma Haukarnir en Sindri ekkert að sessa sig og bolti fyrir brátt fyrir endalínu og markspyrna frá marki Keflavíkur og Keflvíkingar spila bara flott út úr þessu og að vera að pressa það og þeir ná að bara síla boltan mátti fyrir endalínu hinum megin og markspyrna frá Haukamarkinu og opinn leikur í báða enda og getur allt gerst. Keflvíkingar er að pressa og velta Haukum ágætis vandræðum. Þá koma Keflvíkingar hreinsa þetta frá og Adam nær að ekki að halda boltanum inn á. Það var rangur og Haukarnir fá boltan aftur og reyna hérna að hafa boltan vel. En þá kom Keflvíkingar líka í pressuna að Hauka vörðina og þeir leysa bara vel úr pressunum og þá koma Haukarnir og Keflvíkingarnir eru vakandi og gera allt. Og hvað gerir Keflvíkingar núna? Adam Ægir með skot en Sindri Þór markvörður Hauka verður vel og gerir það sem gera þarf og þeir ná að ekki að halda boltanum inn á og Marki á það höfum fyrir að skoðast. Og hvað gerist núna? Haukarnir koma boltanum inn á en Keflvíkingarnir gefa engin teljandi færi á sér og hann dæmir hérna útspark. Þá koma Keflvíkingar en Sindri við skliðan boltanum en hann nær aftur og Keflvíkingar ná ekki alveg að koma boltanum en Keflvíkingarnir bolti fyrir að Keflvíkingu og út á hliðarlínunni og Hauka fá innkast og þetta er komið og Keflvíkingar fín barátta að Keflvíkingar gefa Haukum ekki tommu eftir. Þarna fín björgun Haukamanna og hann dæmir samt bara aukaspyrnu. Það er gult og það er aukaspyrna og hliðarlínudómarinn reynir að róa menn hérna niður. Haukamenn alltaf að gera skiptingu nr. 2 hjá sér.
Það á að fara að setja Oliver Helga Gíslason hérna og þá komum við á aukaspyrnan en Haukamenn í Keflvíkingarnir reyna að skýla sig út fyrir hliðinu og fá hann innkast og þá gera Haukamenn skiptingu nr. 2 og hann kemur inn á leikmann nr. 6 hjá Haukunum, Þórður Jóhannesson er að koma út á. Nú er það þannig að skiptingarnar þarftu ekki að fara út á. Hvað gerist núna? Haukar koma fyrir boltan en það máttu ekki miklu mun að Keflvíkingarnir komið sværi. Hvað gerist núna? Ingimundur gefur fyrir og þetta endar hjá Sindra Þór, markvörður Hauka. En það sem ég ætla að segja áður en þetta gerðist að nýju reglur FIFA og gefa það í skyn að þegar það er gert skiptingu þá má leikmaður yfirgefa völlinn með því að labba annars staðar út á vellinum. Það er gert til að tefja ekki fyrir leiknum og röltið Þórður Jón bara leikmann Hauka út á hinuminn og hann er að koma sér tilbaka. Þá koma Keflvíkingar aftur. Þeir hafa nú verið töluvert hættulegri heldur en gestirnir sínir úr Hafnarfirði. Þá koma Keflvíkingar. Gefa fyrir. Sindri Þór með gott skot en það fór rétt framhjá og finnst Haukar ekkert hafa ógnað marki Keflavíkur eitthvað við einhverju viti í seinni hálfleik og þá koma Keflvíkingar. Ingimundur sendir boltan út, sendingin! Þetta er rétt framhjá markinu! Þeir halda boltanum inn á! Og Keflvíkingar yfirgrimmi, Davíð Snær. Og boltinn er út af. Fyrstu tvær breytingar út af leikmannum 6, Þórður Jóhannesson og 7, Aron Freyr Róbertsson. Innan frá leikmannum 13, Davíð Snær Ingarsson og leikmannum 16, Ólafur Helgi Gíslason. Keflvíkingar með sínum ekkert verið að gerast á bekknum þar. Hvað breytingar var það en kannski ekkert ástæða til að breyta neinu. Haukamenn ekki mikið ógnað og Haukamennir vinna skallaboltan og koma út af fyrir hliðarlínu og þá er spurning. Cesari býður eftir að var reyna að selja einhverjum metrum af mati aðstofndómarans og þá koma Ísak Óli vinnur boltan og Haukar hefur innkast nálægt sínum eigin vítateig. Ja, vítateig Keflavíkur og það byrði til rétta mann að taka þetta innkast. Og skallin eða Keflvíkingar skalla frá. Adol mætir boltamannunum og kemur bolta fyrir og hún er bara út á og útspark frá mark Keflavíkur.
og þá koma Keflvíkingarinn. Haukar skalla boltan bara út og Davíð Snær við boltan strax og Keflvíkingar vinna boltan á harðfylgi, vel gert. Og Adam nær að halda honum vinna og Haukar bara hreinsa og þá kemur Davíð Snær og hann dæmir á Hauka og þetta alveg það komið svo pirringur í gestina. Og þeir vilja nú hérna fá annan mark bara til að og þá koma Keflvíkingar og þetta vel gert hjá markverði Hauka honum Sindra og boltinn settur aftur á Sindra Kristín í markinu eftir að þeir náðu ekki alveg að valdi og neðan og brotið á Sindra þó sem fær bara aukaspyrnu og boltinn aftur komin í hendur Keflvíkinga eða rétt sagt fætur. Og hún bara tekið stutt og Keflvíkingar strífa sig aftur í sókn og þetta bara fer bara út af og Haukar fá aftur innkast. Og Keflvíkingar hún að sjúga svona nokkuð orkuna úr Haukunum með þessum grimma varnarleik sínum. Þannig að koma Keflvíkingar og Sindri Kristinn Ólafsson bara grípur þetta og gerir allt sem hann hefur að gera í dag hefur bara verið vel gert og sama bara segja leik Keflavíkurliðsins, bara búin að vera flottir og grimmir í öllu það sem þeir gera á. Og Fjölnismenn eru komnir í 2-0 á móti Leikni Reykjavík. Og smá skemmtilega tíðindi að Gaui Þórðarinn og dottinn út úr Evrópudeildinni með færeyska liðið NS í Rúnavík. Það eitthvað liggur eitthvað Keflvíkingurinn á vellinum. Við skulum vona að þetta sé ekki alvarlegt. Það nú 12 mínútur eftir þessum leik og þetta lítur bara þó nokkuð vel út hérna fyrir okkar menn. Og þá kemur hreyfing af Keflavíkurbæknum og það leikmaður númer 38. Og hvað gerir núna?
og Keflvíkingar hreinsa. Það koma Haukarnir, hvað gerist núna? Og Ísak Óli var slá sig mitt þess að hann nú komin aftur inn á völlinn. Mér sýnist Ísak Óli vera að fara á velli. Haukar gera líka breytingar í þessu og þá það að gera sína síðustu breytingu. En það leikmaður númer 45. Út af leikmaður númer 45 Tómas Óskarsson, inn kemur leikmaður númer 31 Jóhann Þór Arnarsson. Einnig gera Haukar sína þriðju breytingu út af leikmaður númer 8 Ísak Jónsson, inn kemur leikmaður númer 22 Stefán Ómar Magnússon. Haukar gera líka breytingu og Jóhann Þór Arnarsson komin inn á. Fyrir Tómas sem hefur bara átt prýðisleik. Saman. Tekur við tveggja frá mig. Tveir frá mig. Það dæmt á Haukamanninn fyrir brot. Ég ætla að sjá hvað að gerast en þá kemur aukaspinnan. Og þeir vinna boltana Keflvíkingarnir og skot frá Adolf og Keflvíkingar lifa þetta, Haukamenn lifa þetta af. Shane Silva lá eitthvað eftir og það var náttúrulega hlustað mikið á hann. Og Keflvíkingar halda pressinu áfram og gera hérna vel og þá koma Keflvíkingar með góðsreikunni teig og við erum meina að það hafi verið ítt í Keflvíkingarnir í teig en þá koma Haukamenn að keyra upp tempóið og þeir ná að boltanum hérna. Þá koma Haukar. Haukar að drífa sig að reyna að ná inn jöfnumarki til að fá eitthvað út af þessum leik en það var ekki verið líklegir eitthvað að mínum að hingað til. Og þeir ná að syndina að slá boltann í burtu og Keflvíkingar
hreinsa frá og Haukarnir eru ennþá með boltan og þá koma Haukamenn. Keflvíkingar reyna að þrýsta þá, að reyna að pressa þá og þeir ná því að nákvæmlega. Þá kemur fyrirgjöfur á skalli og þeir lifa þetta af Keflvíkingar og þeir ná aftur fyrirgjöf. Hvað gerst núna? Og þeir eru komin, reyna að koma sér færi en þeir þvælast fyrir Haukum og þeir fá inn hornspyrnu og nú skiptir mestu máli að standa í lappirnar og passa það að ekkert gerist. Nei, þessi sýnda það. Það er ekki verið. Og þá koma Haukar með hornspyrnu. Það er vel stutt tilbaka á Keflvíkingum og þeir eru með skalla og það er bara út af og markspyrna frá marki Keflvíkinga og Adolf virðist eitthvað hafa meitt sig en hann er í góðu lagi drengurinn og það er klapp á baki frá Ísak Óla sem þeir hafa allir að dabbarleiksagunir og hafa spilað virkilega vel. Það koma Keflvíkingar. Það nú ríður á að halda fullri einbeitingu. Við viljum ekki vera kærulausir. Og það gefur Dagur. Hvað er það að gera? Með skot en það fyrir varnarmann Hauka og bolti verður til Sindra Þórs sem er að halda boltan lifandi. Þá kemur Jóhann. Finnur Sindra. Ekki Sindri. Það reynir að fara á, hann nærði vel og kemur fyrirgjöfuna. Skalli upp í loftið en Keflvíkingar lifa, eða Haukamenn lifa þetta af og Keflvíkingar þurfa að Hauka fá boltan aftur. Og Haukamenn ná hérna Keflvíkingar reyna að pressa og þeir vinna boltan og það liggur Haukamenn eftir fekk Ísak í sig og Keflvíkingar reyna að halda beinum hlut og það getur oft verið hættulegt þegar það er svona stutt eftir. Þá koma Haukamenn og nú liggur Ísak Óli og sækir aukaspyrnu. Og Ísak Óli liggur ennþá að vera að reyna að huga að drengunum og hann er nú víst á leiðinni til hérna Danmerkur úrvalsdeildina. Það eru ykkur krakkar á vellinu sem eru hrifnir af Syndakristni. Það er dágóð athygli. Síðan Ísak Óli nú kominn á fætur og virðist ekki hafa meitt sig allt og alltaf. Þá kemur spyrna frá marki Keflavíkur og Ísak Óli er nú kominn inn aftur hann að þá koma Keflvíkingar, eða Haukamenn. Haukar eru að fá vítaspyrnu! Þeir eru að fá vítaspyrnu!
fá hendi víti. Þetta eins blaut tuska í andlit og hægt að fá. Og Keflvíkingar eru allt annað en sáttir. Og nú bara spurning hvað Sindri Kristinn verði ekki bara frá honum. Hann hefur nú farið í vítaspyrnur áður og klúður að gerði það fyrir mig. Að gera hvað gerist og hann fer að boltanum og Haukarnir eru búnir að jafna og stuðum við Keflavíkur baula. Þetta eins Keflvíkingar hafa haldið vel. Mark Haukar skoraði leikmann nr. 10, Ásgeir Þór Ingólfsson. Það er nú ekki að 1-1 í leiknum og Haukar hafa jafnað. Og þá koma Haukamenn. Þetta er alltaf færið þeim fyrir til báða vængi og algjör óþarfi. Haukarnir Haukar ennþá leiknir ennþá búnir undir á móti Fjölni í knapp í Brjáltinu. Haukar ná boltann aftur, það er 1-1 og ég sé ekki svo mikið bætt við. Og nú fer að færast harka í leikinn og hver er að vera Haukar fá vítaspyrnu en það er sagt í textíspunni að það sé rangur dómur og Adolf hafi verið með boltan, það fengi boltan í hendina samsíða en það fór í upphandlingina og hvað gerist núna en það er vantilega rangur og ekki talið þetta á að gera eitthvað en þá koma Keflvíkingar reyna að pressa. Þá koma Haukar en þetta er nú bara út af og Barsk Keflvíkingar hafa algjör að stjórna á þessum leik. Þeir fá bolta Keflvíkingar. Og ég var að heyra það að það er uppbyrðtíminni cirka 5 mínútur og hafa Keflvíkingar alveg þann tíma til að knýja fram sigurmark. Haukarnir Keflvíkingar vinna það er Haukar fá aukaspyrnu.
Þetta er eins svekkjandi fyrir Keflavík og hugsaskiptir að hafa fengið þessa vítaspyrnu á sig. Og það gerir Haukar núna. Þeir fara nú varla að tapa þessu núna. Og þá koma Haukarnir. Þetta er Keflvíkingar hreinsa. Og koma sér í hraðsókn. Og sendingin er ekki eins góð og maður hefði viljað á. Hvað gera Haukar núna? Keflvíkingar það var að halda út og hann flautar af jafntefli niðurstaðan í Keflavík 1-1 og vítaspyrna dæmd þegar það er nokkrar mínútur eftir að leiknum og þetta verður 1-1 og Herri sigur. Einar! Já. Við erum svo blóma, ætlar að gera mig greiða það? Já. Ætlar að lána í þættina fyrir mig hérna?